fyrir íslenskar aðstæður. Komið sæl, það verið lítið breytingar á veðri hjá okkur að undanförnu. Vestlægir vindar verið ríkjandi og því verið ský eða mestu hér á vesturhelmingi landsins og við höfum fundið fyrir úrkomu alltaf öðru hvoru, smá súldavottur en betra veður þegar austardreigur á landinu og þar náði hiti til að mynda 20 stigum, fór rétt rúmlega 20 stig á Egilsstöðum og ekki svo sem mikið sem er að breytast í þessu til morguns. Við erum með þessu náttúrulega þessi veðrakerfi sem er að ráða för hjá okkur og við erum búin að vera með nokkuð volduga hæð hér suður í hafi og hún heldur rauninu stöðu sinni til morguns eins og við sjáum þegar við setjum hreyfimyndina af stað og munir rauninu gera það næsta sólarhringina svo og síðan svona gefur hún aðeins eftir og hleypur þá lægð þér inn á Grænlandshaf seint á miðvikudaginn og hún mun valda því að vindáttu verið suðurlægari þá á 50 og föstudag og nokkuð þungbúið hjá okkur bæði vestan og sunnan til á landinu. En hvað varðar hitafarið, það sjáum við að það er kannski aðeins ljákkað í svona mestu hlýjendunum en eins og áður sagði, fengum 20 stig fyrir austan í dag og við erum nokkuð mikið af því á undanförnum dögum en það er aðeins kaldara loftmassi sem við náðum að skríða hér til suðurs yfir landið en hann hörfa nú svona að einhverju leyti á morgun og við fáum svona aðra kalda tungu með þessari lægð sem kemur þá inn til okkur á 50 daginn en það verður reyndar bara tímabundið ástand og lítur svo sem ágætlega út með hitafarið eftir að sú lægð er hjá. En svona átakalítið veður, við sjáum það hér klukkan 18 í dag, það er vestlægt í þessu hjá okkur, það sem staðar smá gjóla sérstaklega með suðurströndinni og ef við keyrum hreyfimyndina af stað þá sjáum við að það er ekkert mikið að breytast í þessu hjá okkur. Fáum þess að björtu kafla á vestanverðu landinu, öllum er að skýja hér vestan til og það er svona bláir flekkir sem að birtast bæði á vestan og norðanverðu landinu sem gefa til kynna þéttingu og smá úða hjá okkur, sérstaklega hér vestanlands en það getur einnig gerst á Norðurlandi á köflum. Og klukkan 14 á morgun og þá verður staðan á þessa leið. Við sjáum að hitinn er svona heilt yfir á bilinu 5-10 stig á vesturhelmingi landsins en mun herri hitatölu þegar austardreigur á landinu væntanlega fáum hámarkshita eitthvað á bilinu 18-20 stig á morgun og vonaði að dagunum verði að mestu leyti sólríkur á austurhelmingi landsins en minni líkur til þess þá hér landið vestanvert. En síðan ef við keyrum hreyfimyndina á stað og þá sjáum við að það breytir svo sem hægt annað kvöld og fyrir hluta miðvikudags nema það að vindáttin verður suðlægari þegar komið fram á hádegi á miðvikudag þá byrja þá fyrst hér vestan til á landinu og ský fara þá er raunin að hrannast, það fyrir svona þykna upp á vesturhelmingi landsins. Gæti verið bjart veður bæði norðan og austan til á landinu vel fram eftir miðvikudaginn og þetta heldur síðan áfram það bæði bætir aðeins í vindin þegar hallar að kvelda á miðvikudaginn og úrkomukerfið kemur inn hér seinnipartinn þá fyrst norð og vestan til á landinu og gæti verið víða rigning þá seint á miðvikudagskvöld hér allra vestast á landinu. Ekki líkur til þess þó þegar austardreigur en síðan í framhaldinu þá er alltaf 50 dagar og föstudagar að vera nokkuð þungi hjá okkur, sérstaklega hér vestanlands en það getur dreift úr sér til austurs yfir á Suðurland og Suðausturland og hér eru með miðjadag á 50 daginn og við sjáum að þetta er nú sunnan svona einhver 8-13 metrar á sekundu hægari vindur fyrir austardreigur á landinu og getur rýnt nokkuð drjúgt hjá okkur hér bæði við Faxaflóa og Breiðafjörð og Vestfjörðum og einnig svona áköflum á Norðurlandi. Þannig að það verður mest lítið þurr fyrir austan en þessi skilast svona hangað aldrei yfir okkur og þau rauninni að það fer ekki að slota rigningunni hér vestanlands fyrir en seinnipartinn á föstudaginn. Hér erum við klukkan 3 á föstudaginn og þá eru svona skilin við það að ganga í gegn. Þannig að þetta er rauninni hátt í á annan sólarhring sem við fáum á rigningu hér og það verður þó sýnu mest norðvestan til og gæti einnig rignt bæði á Suður- og Suðausturlandi.
En hvað var það síðan þetta framhaldið að þá lítur þetta nú allt betur út þegar þessi lagði farin hjá og næsta vika hún lítur mjög vel út að þetta var að hæðasvæði yfir landinu en við vorum að sjá svona hverju framvendum það. Við segjum þetta gott í bíli, verið sæl.